Mér finnst alltaf best að fara á Trúnó í bíl. Það nefnilega hægt að lesa mikið í fólk á rúntinum. Það eitthvað svo berskjaldað og það kemst ekki neitt. Þá elska ég að rúnta Kópavog. Tjekka á framkvæmdum, mannlífinu og bara fá útrás. Frá Kársnesi að Katalínu, yfir í Smáralind, Salina, Hvörfin og Kórinn. Það gott að rúnta í Kópavogi. Getur þú skutlað mér? Gegn því ef þú vilt koma á Trúnó með bæjó. Ó, já. Þetta eitthvað sem ég búin að bíða eftir, sko. Það ekki? Jú. Það bara vel við hæfi. Já, geggjað maður. Það náttúrulega, ég meina, þú ert rótgróin Kópavogsbúi, ekki satt? Sko. Orðin. Sko, ég orðin, já, ég orðin rótgróin, að ala upp rótgróna Kópavogsbúa. Þú veist, ég að fjölga í bænum. Frábært. En ég fæddur og uppalinn í Ok, ólst þar upp. Ólst þar upp. Ok. Amma og afi bjuggu í Reynigrund. Já. Átti mikið af frændfólki í Kópavogi, þannig að við vorum mikið í Kópavogi. Þetta var ekki framandi staður fyrir mér, skilurðu. Og kona mín, sem þá var kærasta mín, fer í hjúkrun á Akureyri. Þannig að við flytjum saman norður og kaupum íbúð í Kópavogi. Hún Kópavogsbúi, sko, í Húavági. Ok, þannig að hún rótgróin Kópavogsbúi. Já, hún frumbyggi í Smáran. Í alvörunni? Já, þeir eru bara eina af þeim fyrstu sem að byggðu í Smáran, sko. Og mér finnst sko, svo náttúrulega þegar maður hittir svona alvöru Kópavogsbúa sem ég að vinna mig upp í að verða, skilurðu, og ég líti á mig sem alvöru Kópavogsbúa, en maður alltaf svolítið smeykur hvað fólk sem hefur búið alla ævi, hvað því finnst. Einmitt. Bara eins og með Akureyringa, þú veist, það bara sama hvað fólk hefur búið þar í 50 ár og 60 ára og það ekki Akureyringar. Skilur, og eins með, þú ert ekki gablari nema þú hafi fæðist í heimahúsi í Hafnarfirði og eitthvað svona. Þannig að ég passa með að stíga varlega til jarðar, skilur. Já, bara bera virðingu fyrir því að hlusta á þessa algjörlega, en ég líti á mig sem rótgróin Kópavogsbúa. Já, ég meina ég eins, þú veist, ég ólst upp í Breiðholtinu. Já, einmitt. En fann það aldeilis þegar ég steig inn á hið pólitíska svið, þá komu þessi rótgrónu Kópavogsbúar. Ertu alveg upp í Kópavogi? Einmitt, nákvæmlega. Hvað myndirðu segja, hver þinn uppáhaldsstaður í Kópavogi? Já, það eru margir, sko. Sko, ég bý þarna niður í dal, niður í Fossvogsdal. Maður má náttúrulega ekki segja það við Reykvíkinga þegar það segja, nú býrðu í Reykjavík. Nei, Kópavogsmegin. Þegar ég bý í Snælandinu. Já, og Fossvogsdalurinn mestmegnis Kópavogsmegin, sko. Já, og ég meina, ef við horfum á það, sko, eins og sumrin, þú veist hvort þú ert Kópavogsmegin eða Reykjavíkurmegin, af því að það alltaf búið að slá og gera fínt Kópavogsmegin. Það ekki? Yes, yes sir. Þannig að mér líður rosalega vel þar og en svo falin perla. Sjáðu, þetta alveg falið bara. Maður bara að labba, heyrðu, ég ætla að stytta mig leið, ég ætla að fara á milli, svo hvað gerist? Nei! Hlíðargarður. En sjáu, bara vel, við erum alveg að slá á sumrin, sko. Já, ég veit það. Pössum upp á þetta. Já, svo bara listaverkin og einhver skrúðgarðsmeistari búinn að planta Frikki garðyrkjustjóri, hann sér þetta fyrir Kópavog. Sjáðu hvað þetta geggjað. Ó, dásamlegt. Herri, við tökum eina selfie hér, en við verðum að eiga, sko, besta staðnum. Já. Í Hlíðargarði. Þetta æðislegt. Allt svona starf skólastarf, high class. Já. Og svo náttúrulega eitt sem verður aldrei tekið af Kópavogi, það Össur Geirsson og skólahljómsveit Kópavogs. Það bara sonur minn var í hljómsveitinni. Já.
Svo sagði hann við mig daginn, veistu hver að fara stjórna blásarasveitin í MIT? Bara, Össur Geirsson! Þetta var bara, maður fann bara, sko, dýrkunin á ástina, það var svo fallegt. Sko. Og það bara magna hvað hann ég meina, þetta eru margir áratugir, sko. Já. Og enda heiðurslistamaður Kópavogs. Já. Svona ef ég spyrði bara beint út, það að hafa verið bæjarlistamaður Kópavogs hápunkturinn á þínum ferli? Já, ég held það. Jú. Ég var rosalega, ég var djúpt snortinn þegar ég fékk símtalið, sko. Já, það náttúrulega mikill heiður. Bæjarlistamaður 2022. Já, einmitt. Svo var ég með litla sýningu þarna með honum Þresti Leó, ævintýrasýningu. Já. Í salnum sem var svona bæjarlistamaðurinn, takk, Einmitt. Og ég meina þessi menningarhús í Kópavogi eru náttúrulega alveg geggjuð, sko. Já. Þú veist, salurinn bara eitt af mínum uppáhaldshúsum, sko. Núna líka skemmtilegar breytingar sem voru á bókasafninu með náttúrusafni Kópavogs sem við erum búin að gera fyrir börnin okkar. Já. Og þannig að þau eru svona meira núna að rannsaka steinar og skeljar og eru svona svolítið vísindamenn. Einmitt. Áður vorum við kannski aðeins búin að fjallagast upphaflegu hugmyndinu sem var með náttúrusafninu eða náttúrustofu Kópavogs sem við köllum náttúrusafni í dag. Já. Og þannig að núna erum við að leyfa krökkunum svolítið að vera að rannsaka og skoða steina og skeljar og svona náum að blanda þessu aðeins sama við barnabókasafnið. Akkurat, ótrúlega skemmtilegt og bara frábært starf sem unnið þarna. Ég ekkert að segja þér fréttir eða neinum öðrum sem býr í Kópavogi. Ég meina, Hamraborgin nú kannski ekkert svona fegursti miðbær veraldar. Ef miðbær skildi kalla, við erum. Þú veist, en bara með þessum menningarhúsum þarna og auðvitað svo táknin okkar, kirkjunni þarna uppi sem svo falleg að þú veist, þá verður eitthvað úr þessu svæði. Þú veist, án þessara bygginga þá væri auðvitað bara Ólífsstöðin þarna undir fjölbýlishúsi og Katalína. Það eru breytingar framöndan. Já. Miðbærinn í mótun og við erum að hefja núna framkvæmdir. Já, spennandi. Á miðbærinu sem tengist auðvitað vel menningarmiðinu okkar. Já, algjörlega. Miðstöðinni og svo einmitt af því við erum nú að horfa á Smáralindina hérna. Já, heldur betur. Þá líka, það svolítið skemmtilegt að við erum að fara úr því að vera með næstum því engan miðbæ í Kópavogi. Einmitt. Verandi þetta stóra sveitafélag. Í að vera með 2 af því að það líka uppbygging framöndan í Smáralindina. Já. Frábært þetta nýja matatorg þarna, mathöllina. Nei, sko, þetta svo geggjað. Þetta langflottasta mathöllin á Íslandi. Þetta svakalegt, sko. Jafnvel á Norðurlöndum, ég held það. Já. Ég hef nú heyrt þú sért eftirherma. Já. Góður í því. Ok. Ég get eiginlega ekki sagt að ég sé eftirherma, en ég sko, mér svona kannski að skemmtilegasta eftirherma sem ég geri, það Arnar Jónsson leikari. Mér finnst mjög gaman að herma eftir honum. Já, ég kann bara Já, mér finnst svona, hann með betra bak. Mér finnst hann rosa skemmtilegur. Enda góðu maður, sko. Já. Og svo tek ég oft svona eitthvað svona tenoragrín og eitthvað svona, en þú veist, þetta engin eftirherma, þú veist, svo ertu með bara menn eins og Sóla Hólm og þessa sko snillinga sem eru bara sem geta tekið einhvern veginn alla. Það bara þeir eru klikkaðir, sko. En hvaða tenor tekur? Það Kristján? Já, Kristján, mér finnst Kristján var skemmtilegur. Já, einmitt, nákvæmlega. Já, ég reyna að taka bara Kópavogsbúa. Má ég heyra, taktu eitt svona, eitt gott. Það bara eitthvað svona. Ég sá nefnilega svo skemmtilegt viðtal við hann hjá Jóni Ársæli. Ég vona að ég hafi ekki sprengt eyrun í hljóðmanninn. En þá var hann hjá Jóni Ársæli og hann þú veist, ég bara í Skagafirðinum eitthvað og var sem sagt að steikja lifrarpylsu. Jón Ársæll var alltaf einhvern veginn að fá fólk svona til að gera eitthvað, þú veist, bara eins og þú ert á rúndinum. Vera í casual aðstæðum sem svo gott, sko. Já. Þannig að hann að steikja lifrarpylsu og tala tímann út á Ítalíu.
Já. Og svo er það að segja, já, vinur minn Placido Domingo, og svo kallar hann svona, mamma, hvar er púðusykurinn? Og mér var svo fyndið að hann var svo ítalskur í því að steikja lifrapylsu upp úr púðusykri. Komum alveg með svona ítalska hreiminn bara. Já, mamma. Það er ekki sko. En hver er uppáhaldsstaðurinn þinn í Kópavogi? Góð spurning. Já, þetta er það sem við höfum öll verið að bíða eftir. Já. Mér finnst Elliðavatn alveg dásamlegt. Það er yndislegt, það er æðislegt auðvitað að hlaupa í kringum vatnið. Já. Ég sé hins vegar tækifæri til bóta þarna. Ég vil byggja göngustíg í kringum vatnið. Já. Þannig að Kópavogsbúar og auðvitað aðrir höfuðborgarbúar mega svo sem líka njóta góðs af því. Já. Og líka vera með eitthvað svona, já, nýta vatni betur. Já. En mér finnst þetta algjör perla. Já. Og ég elska, sveit í borg. Já, þetta er. Og það er það sem er svo yndislegt við bæjarfélagið okkar, Kópavogur, sko, við erum annars vegar alveg bara miðbærinn og Hamraborgin og menningin þar. Kársnesið auðvitað með Fossvogsbrúnni erum við að byggja upp alveg gríðarlega spennandi. Einmitt. Svæði með blöndu af íbúðum og þjónustu. Svo bara keyrir aðeins lengra og þá ertu bara komin í sveit. Já. Bara sveitina. Já. Og hjá mér eru bara hestamenn að ríða framhjá og svo bara horfur á Bláfjöllin og Elliðavatnið, þannig að já, ég myndi segja að vera Elliðavatn, svona, einmitt. Heyrðu, þú kannast við þig hér, er það ekki? Já, heldur betur. Heldur betur maður. Þetta er minn uppáhaldsstaður í Kópavogi. Hér eyði ég löngum stundum. Þau eru búin að vera þarna, er ekki bara frá upphafið? Jú, það held ég. Okkar vinátta byrjaði í rauninni bara, við keyptum okkur tjald við Inga. Þegar að þá vorum við elsti minn og stelpan í miðjunni, þau voru bara ung sko, og við ætluðum að fara hringinn í tjaldi. Já. Og þau voru komin til Egilsstaða í grenjandi rigningu, öll föt rennandi blaut, okkur var svo kalt. Og við sátum svona skjálfandi, ég var að reyna að grilla einhverja hamborgara á einhverju einnota grilli og svo svona bara til að ná í mig hita áður en færi inn að sofa, þá labbaði ég inn þar sem að hamingjusömu hjólhýsafjölskyldurnar voru og allir bara með glös, sko bjórglös og grilla inn í einhverju fortjaldi og allir að borða og spila og hlæja og syngja og ég sagði bara, kom upp í svefnpokar og sagði, Inga, veitum við, kaupa okkur hjólhýsi og svo bara á leiðinni heim, þá var hún bara á bílasölur.is, fundum hjólhýsi, jú. Og keyptuð ykkur bara? Keyptum hjólhýsi og fórum hringinn aftur í hjólhýsi. Já. En típan, Anton, hvað segir Anton Gautason, hann er bárdælingur og svona pínu besserwisser og ánægður með sig og maður að kenna hvernig þetta bakka með hjólhýsi og tæma shitterinn og svona. Algjör vitleysingur. Svo gleymi ég nú aldrei góða skapinu. Víkurverk, allt í ferðalagið. Þetta er frábært bæjarfélag, sko. Já. Þú ætlar ekki að flytja hér? Nei. Þú ert með stefnuljósið bara, þannig að þú vitið það. Og svo er líka hraða hana, píp. Þannig að vita allir bara, já, hún keyrir svolítið greit. Hún er samt alltaf bara, kannski, alltaf þegar ég heyri pípið þá svona kíki ég. Og þú ert alltaf bara rétt yfir. Það byrjar að pípa bara, þú veist, það er, Ég kann ekki að slökka á sig, en svo er þetta kannski allt í lagi, þannig ég fá ekki hraða sig. Já, þetta er bara mjög gott. Nú ertu þetta pressonur. Jú, heldur betur. Pabbiðinn fyrrum biskup Íslands. Jú. Þurftur alltaf að vera ofboðslega þægur þegar þú varst lítill, eða varstu óþekkur? Nei, ég var bara ofboðslega bælt, feimið og leiðilegt barn, sko. Þetta er kannski ekkert leiðinlegur, það fór bara voða lítið fyrir mér, sko. Varstu feimið? Já, alveg sjúklega. Og er alveg enn. Allt þetta hérna er bara leikaraskapur og eitthvað. Þess vegna held ég til dæmis að ég sé ekstra óþolandi og svona, skilur, ég held að það sé út af feimninni að, þú veist, Gói er einhver karakter sem að svona býr það, hann er svo hress og skemmtilegur. En þú veist, að koma fram sem og ræðumaður kvöldsins eða eitthvað er Guðjón Davíð Karlsson, oft þekktur sem Gói. Þú veist, þá er ég stressaður, en að standa á sviði sem eitthvað dúddi sem heitir eitthvað allt annað, það finnst mér bara
ekkert mál. Það bara geggjað, sko. En nú varst það frumsýna. Já. Bara, var það ekki helgina? Jú, laugardaginn, Ormstungu, Þjóðleikhúsinu. Og ekki alltaf samt svona, hvernig að fara upp á svið? Sérstaklega frumsýna, ekki alltaf smá svona kýtt? Það er svona, það er svona kýtt, það er svona spenna. En það er líka, sko, ef að það kýtt myndi fara, þá væri maður ekki að taka þessu alvarlega, held ég. Nei. Ég held að það sé bara í öllu því sem við gerum, skilurðu. Býtum við, kemst ég ekki hér? Jú, bæjarstjóri. Komist í gegn. Jú. Tekur þetta bara ferðinni? Já. Og ég var í steik, þá förum við bara yfir. Já. En það sem líka spennandi við þetta svæði og ástæðan fyrir við fórum í svona að búa til þessa framtíðarsýn Fossvogsbrúin verður hér. Já, hún verður hérna. Og hvenær er hún opnað? Hvenær fer ég að hjóla þarna yfir? Við erum að tala áform 2028. Hérna er þetta, sjáðu, hérna eru framkvæmdina. Þetta er byrjað. Þetta er byrjað. Krakkar, þetta er byrjað. Þetta er byrjað. Og ég hef alltaf sagt, þetta er svo mikil búbót fyrir Kópavog. Já. Og þetta svæði, af því ég bara trúi því að þetta verði svona heitasti reiturinn sem snýr að miðbænum. Já. Að hér mun þjónustan vilja vera, íbúarnir munu vilja búa, hér mun fólk vilja búa. Akkúrat. Og spennandi svona, þetta verður blanda sem sagt íbúabyggð og þjónustu fyrir svæði. Einmitt, þetta er alveg glæsileg. Og Sky Lagoon það er algjör perla, sko. Já. Ég dýrka að fara þarna. Sko, við fórum í Sky Lagoon þegar að stóra gufan opnaði og ég fer eitthvað þarna á barinn í lóninu og var að segja, heyrðu til hamingju með þetta er alveg geggjað, já, við erum svo ánægð að vera undan bláa lóninu, maður og ég segi, já, svo bara, þú veist, og það er svo mikið af fólki núna út á opnuninni og fólk að utan að koma og taka þetta út og ég segi svona, já, það bara pældi í því að það myndi svo byrja að gjósa bara, þú veist hvað, það væri góð auglýsing og ég sný mér við og allt í einu þá bara byrjaði að gjósa. Ertu að grínast? Nei, þetta var, og ég bara, oh my god! Og kallaði yfir allt, það byrjaði að gjósa. Sástu það? Ég bara sá þegar að bara himinninn varð appelsínugulur. Nei! Jú. Þetta er magnað. Þetta er rosalegt. Og hvað? Maður héldi ekki allir bara þú hefði búið þetta til? Já, þetta er bara, ég var náttúrulega bara viss um það að barþjóðn minn hefði bara ítt á takkan þarna. Bara geggjuð auglýsing. Það var rosalegt, sko. Það var magnað að sjá þetta. Og en þið sem sagt bara, þú samt sem áður hefur svolítið haldið þér á þessu svæði. Já. Frá því að þú varst lítill pjakki að leika þér hérna með ömmu. Já, það er bara, og ég meina, sko, þá sagði nú afi mér frá því að það hefði verið áform það að byggja hraðbraut hérna eftir Fossvoginn. Það er rétt. Eða jafnvel lestartíma, eitthvað svona rugl. Og amma og fleiri öflugar konur og menn hér í hverfinu gróðursettu aspirnar sem eru hérna í mótmælaskyni. Þannig að ég er alltaf svolítið stoltur líka af því, bara ímyndaðu þér ef það væri hraðbraut hérna í gegn. Hugsaðu þér, að skera dalinn. Já, það væri skelfilegt. Þannig að ég er svolítið stoltur af því, sko. Þökk sé ömmuðinn og fleirum sem að bara stóðu í lappirnar og stoppuðu þetta og eru bara með fallegar aspir þarna í dag. Já, nákvæmlega. Heyrðu, þetta var æðislegt. Það er mikið gaman að hitta þig. Gaman að fara aðeins í gegnum. Sami tíma á morgun eða hvernig virkar þetta? Ég er bara alltaf til. Er það ekki? Alltaf til. Jú, ég var að frumsýna á laugardaginn, ég er bara laus, sko. Bara á milli sýninga? Já. En þetta var dásamlegt. Og gaman að vera með ykkur. Hérna. Heima. Bye. Gott að búa í Kópavogi. Komið á sýninguna. Já, Ormstunga í Þjóðleikhúsinu.